Alexander, þú ert leikmaður 32 úrslita í Mjólkurbikarnum, 11-0 sigur á móti KA. Hvernig fannst þér þessi leikur? Þetta var geðveikt, auðvitað fyrsti byrjunarliðsleikurinn minn og hann svo sem hefði eiginlega ekki getað farið betur. Það var bara mjög skemmtilegt að spila hann. Skora líka þrennu, eða svona þrennu til val. Algjör veistla vantilega að skora 11 mörk líka, að vinna 11-0. Já, það er klárlega, það var bara að hafa mjög gott líka að halda hreinu þótt að það sé kannski ekkert það sem við hugsum mikið út í en bara enn skemmtilega. Svona eins og segir skora þrennu eða tvennu, hvernig svona horfir á það? Já, ég var að reyna að senda boltann en hann var á leiðinni inn, þannig þetta var markið minn. Skemmtilegt að fá svona kannski svona smá óvænta þrennu þá. Já, þetta var alveg, ég ætlaði mér að skora, átti en þá eftir að skora fyrir meistaraflokk. Þannig ég ætlaði alltaf að setja eitt, það var bara enn skemmtilegra að fá þrjú. Hvernig var að einmitt bara skora fyrsta marki fyrir meistaraflokk KR? Það var geðveikt, þetta bara, þú veist, maður er bara búinn að vera að hugsa þetta í langa tíma. Hefði ég getað gert það fyrir þú veist, hefði langað að gera það fyrir skemmtilegt að fá hana. Kemur náttúrulega inn í svona meistaraflokkin, almennilega svona í fyrra, hvernig var bara svona að koma svona ungur inn í þetta? Það var bara geð, það var tekið mjög vel á móti mér, sko, þannig þetta og eins og ég sagði daginn, þá þessi gæjar mjög skemmtilegir og maður lærir mikið af þeim, þeir hjálpa maður mikið, þannig þetta er bara geðveikt að koma svona ungur. Kom það óvart að þú væri komin svona ungur inn í þetta? Já, það var alveg ákveðið sjokk, sko, en ég var nýbúinn bara að stíga úr 3. flokki í 2. flokk, þannig já, það kom alveg óvart, sko. Pabbi er náttúrulega KR legend, þú veist, færðu hæfileikana frá honum? Já, amma er alltaf búin að vilja meina að ég hafi fengið það frá henni, en ég held það frá honum. Pabbi var hans að þjálfa þig í fyrra, hvernig var það? Það var bara mjög fint, hann var líka að þjálfa mig í 4. flokki fyrir 2 árum og já, þannig ég var með hann í einhver 2-3 ár bara í röð. Það var mjög næs. Myndirðu segja að þið hafið verið líkir leikmenn? Þú segir svona líkur honum? Já, ég man ekki mikið eftir honum spila. Þú veist, svona frá, út af síðan breytti þess að þegar hann kom til Íslands þá var hann held ég djúpur alltaf, eða ekki? En ég er náttúrulega framar, en þegar hann var yngri þá var hann held ég framarlega. Þannig ég eiginlega veit það ekki hvort það hlýtur að vera sem líkir. Hvernig myndirðu bara svona lýsa þér sem leikmanna fyrir fólki sem hefur ekki séð þig spila? Bara skemmtilegur, ætla ég allan að vona. Bara, já, eiginlega svona minn eigin leikmaður bara. Já, hefur ekkert meira. Einhverjum svona eiginleikar sem svona þú ert svona hrifnast af í þínum leik? Já, mér finnst ég lesa leikinn mjög vel, alveg mjög góðan lesskilning og já, ég orðið svolítið blakkur. Stækni eða eitthvað svoleiðis, skot eitthvað svoleiðis? Já, ég veit að mér finnst ég kunna halda í bolta mjög vel, skilunum frá stærri leikmönnunum og já, bara snöggur, eða þú veist, snöggur að spila, skilur. Já. En þú veist, komin svona áhugi erlendis frá, svona búin að fara á reynslu víða, væntanlega, mun eitthvað gerast á næsta árið þegar þú færð svona leyfi til þess að fara út, þú ert komið aldrei til þess, ertu farin að hugsa eitthvað til þess? Já, maður er alveg farin að hugsa og komin áhugi frá nokkrum, en ég var heppinn að fá alveg langan tíma í að hugsa þetta. Þannig ég er ekki ennþá búinn að ákveða en það eru svona nokkrir líklegir. Mikilvægt að velja rétt? Já, lang mikilvægast að skrefið eiginlega í boltanum, sko. Eitthvað draumafélag, þú veist, í framtíðinni? Já, ég er Arsenal maður, þannig það væri skemmtilegt að spila fyrir þá.
En bara svona, já, núna tímabilið nýbúið að fara í gang, þú ert búin að vera hluti af hópnum, þú og Sigurður Breki komið svona mjög ungir inn í þetta, ef að ég spyrja það kannski út í Sigurður Breka, hvernig að spila með honum? Það náttúrulega geðveikt, hleypur eins og ég veit ekki hvað og geðveikur á boltanum, þannig það er þægilegt að hafa við hliðina á sér á miðunni, sko. Hann á líka framtíðina fyrir sér. Já, 100%. Hvernig var að sjá hann koma bara inn í valsleikin daginn, kom mörgum óvart að sjá hann í byrjunliðinu og hann bara svona bossaði þetta? Já, það var auðvitað skemmtilegt, við náttúrulega bara búin að vera eiginlega saman liði bara í öllum liðum síðan í 4. flokk og maður gat ekki verið annað en glaður fyrir hann bara líka. Óskar Hrafn svona tekin við þessu, kom inn í þetta á síðast tímabili og svona fyrsta heila tímabili með hann núna, þetta er búið að vera skemmtilegi leikir hjá ykkur upp á tímabilisins. Já, við eiginlega viljum bara vera skemmtilega liði í þessari deild. Það spila skemmtilega bolta og skora mörk, sko, það er eina sem við viljum eiginlega, sko. Gaman að spila fyrir Óskar Hrafn. Já, það er geðveikt. Ertu búin að setja þér eitthvað svona bara persónuleg markmið fyrir tímabilið núna sem er í gangi og skoraði fyrsta marki í meistaraflokkum, hvað er að næsta sem þú ætlar að gera? Já, ég stefni svona að byrja í deild líka, reyna að komast inn í liði og kannski sitja líka í deild. Það er að spila í lokin, Rúth tók það saman næst yngstur í bara sögu fótboltans til að skora þrennu, hvernig var að sjá það? Kom mér á óvart, sko. Ég vissi ekki að þetta væri svona út, en það er geðveikt, sko. Takk fyrir þetta, Alexander, og gangið vel.